Jæja, gott kvöld og verið velkomin í beinu útsendingu hjá okkur í GTS Æsland. Guffi heiti ég og ætla að vera með ykkur í kvöld eins og yfirleitt. Ævar er með mér hérna að vanda, held ég, alveg örugglega. Ertu hérna, Ævar? Heyrðu mér það? Þarna ertu mættur, blessaður. Akkurat, góða kvöldi. Góða kvöldi og velkomin. Heyru, þetta er fyrsta beina útsendingin hjá okkur í kvöld. Það því miður náðist ekki að vera með útsendingu frá Tier 3 hérna fyrir kvöld. Ég er ekki eins og búinn að tjekka hvernig hún fór. Ég þarf að kíkja á það á eftir. En Hannes ákvað að hann fyllti í skarðið sem að ég var því miður upptekinn og náði ekki að sjá þá keppni. En Hannes, hann er öllu vanur, hann var mikið með mér í þessu síðasta tímabil en hann græjaði þetta fyrir mig og hélt keppnin og hann var reynda með smá streymi frá henni bara svona alltaf sem fólk hatt fylgst með hvað var að gerast. Þeir sem eru í hópnum okkar hafa kannski séð það. En í kvöld þetta er Tier 2 sem er hérna á braut. Tímatökur eru að hefjast eftir 7 mínútur, klukkan korter yfir 9 og það verður fornlegt að sjá hvort einhverjir nái að svara Supernova. Lið Supernova hafa verið í algjörnu sérflokki í þessum fyrstu tveimur keppnum og eru með fullt hús stiga út úr þeim. Heldur þú að verði eitthvað breyting á hér í kvöld, Ævar, eða heldur að þeir halda uppteknum hætti félagarnir og taki þetta 1-2 aftur? Út frá æfingum þá svona lítur þetta út fyrir að þeir séu ennþá með þetta og ég held að þeir séu ekki margir sem að munu geta verið að berast við á í allavega svona hraðari braut sko. Já, þetta lítur vel út, þannig að helstu framúrakstursstaðirnir á Spa eru eftir beinukablana og Nissanin er ansi góður í beinni línu, þannig að það getur verið auðveldra fyrir það að verjast. En við sjáum allavega á tímanum samt að það er nú engin brjálega munur þannig. Ingi er með 3. besta tíman hérna á æfingum og hann er ekki nema 1,5 tíunda á eftir Dimma. Já. Og það er breyting á að nú er Óttar, þetta er náttúrulega bara æfingatímar, en nú er Óttar með besta tíman á meðan Dimmi er búinn að sigra fyrstu 2 keppnirnar með þó nokkrum yfirburum. Hann er að spyrja hvort við sjáum mögulega nýjan sigurvegara hér í kvöld. En þetta er náttúrulega bara æfingatímar, það eru margir sem ekki búin að setja hring einu sinni ennþá. En það verður bara mjög fornlegt að sjá hvernig þetta fer. Hverjir eru mættir hérna í chatið? Hilmar, Ívar, Agnar og Guðbjartur, sæli verið allir. Það er endilega að spjalla við okkur hérna, við reyna að fylgjast með chatinu og svara því sem ég get. En já, það eru forfalli kvöld, hann Ívar nægir ekki að vera með. Ívar er nú mættur í spjallinu, hann er eitthvað að flækjast út á Grænlandi. Hæpið fyrir hann að vera með í kvöld. Já. Og hérna svo var það býnum hver annar var það aftur? Það var hann það var alveg í ruglunni. Hver var það sem náði ekki? Er það einhver sami sem var ekki með seinast? Missa alveg hellinga stigum hérna. Sérstaklega Ívar, hvað kominn á góðan stað eftir fyrstu 2 racin? Já, Ívar var þeir voru í 3. og 4. sæti. Ívar og Óli, þeir eru liðsfélagar í Brothers-in-Law Racing. Óli, í fyrstu keppni. Í fyrstu keppni, já. Í síðustu keppni voru þeir hvorugir með. Óli var nýfluttur á netlaus og Ívar var ekki, hann var ekki fastur út á landi. Og Ívar aftur ekki með í kvöld og það þýðir líka að því að það er náttúrulega bara 1 frípassi, þannig að Ívar er að fara stigalaus út úr þessari keppni. Akkurat. Og engin frípassi sem bjargar því, þannig að það er svolítið blóðugt fyrir liðið, en hann er staðfestur í næstu keppni, segir hann, og við sjáum hann eflaust koma bara fíleldan tilbaka. Já, Sævar Helgi, hann næri ekki að vera með heldur í kvöld. Hann þurfti að fara út á Akureyri í einhverja skólalótu hjá sér. Þannig að þeir 2 verða ekki með þess og á ég bara eftir að heyra frá hann Frey. Freyr var ekki með senast og Sævar var í góðu 5. sæti í qualifying og race í senast þannig. Já, hann átti fína keppni síðast. Freyr, heyrðu nú ekkert frá Freyr síðast? Jú, hann lét mig vita síðast.
En nú fer þetta bara að byrja og ég er ekki búinn að heyra frá hann núna. Sjá hvað hann segir. Ætla að sjá. Þannig að það gæti orðið, býttu nú við, kemur hann, þetta er hann Brynjólfur, Brynjólfur úr 10-3 sem er mættur hérna inn, hann ætla vendilega að fylgjast með. Sjá. En við höfum nú haft það sem venju að hafa lobbyin bara fyrir keppendurnar. Nú er ég komið batteri aftur í lyklaborðið mitt. Þannig að það er hægt að nota það. Það er stægilegra svona. Mundi eftir því allt í hennu bara rétt áðan og komst því ég átti bara 1 batteri. En það dugaði að setja það með einu af gamlu batteríunum. Maður redda sér sko. Algjörlega. Það spurning hvað Freyr gerir. Hann er búinn að sjá allavega skilaboðin hjá mér. Það væri nú súrt fyrir liðið að missa þessu að þetta er bara 1 frípassi, það er ekki 2 eins og síðasta tímabili. Þetta eru bestu 7 bestu af 8. Freyr þarf að beila, segir hann. Þannig að þá eru bara allir mættir sem verða með hér í kvöld. Það vantar ekki einn. Það eru þó 3 sem eru out. Það eru 11 players entered, þannig að það eru allir mættir. Já, 3 out, ok. Já, það eru fyrst, það er Ívar, Sævar, já það er þá báðir liðsmenn TEK Racing sem eru out, þannig að þeir fara 100% stigalaust út af þessari keppni og Freyr á ekki inn í frípass til að grípa þessa keppni, þannig að hann fær 0 þar. Þá þurfa menn að fara líka að þegar maður er komið 2 missa 2 keppnir, að þá við 3. keppnina þá færðu 5 mínustig. Þannig að það er náttúrulega menn að fara. Hljómar ekki vel. Nei, það er ekki gott. Þannig að það er svona, í raun svona mætingar hvaðir settar til þess að menn reyna að nýta sem best sinn keppnisrétt. En það er auðvitað, getur alltaf komið þetta fyrir og svo sé, það er auðvitað að keyra á Grænlandi. Gefa honum það. Heyrðu, en það er bara komin tímataka. Klukkan er kortur yfir. Það er spurning hvort við lendum í pitbug. Af því að hann Valli, hann er einmitt nýfluttur og gagnaveitan var eitthvað að skýta og kom ekki að setja upp neti hjá hann í dag eins og til stóð, þannig að hann þurfti að redda sér á Nova 4G pung sem hann átti og það hefur verið vesen með það, en það hefur mest verið vesen ef að það eru 2 á slíku, þannig að hann er svo eini á Nova græju, þannig að við skulum vonum bara að þetta virki. Það renni í gegn eins og seinast. Já. Vonum það. Sjá, það kemur fljótlega í ljós. Sjá hvað gerist. Það verða þá 11 keppendur á ráslínu. Valli allavega að rúlla út. Það er góð sviti. Það sýnist allir. Já. Það er bara 1 eftir í pittunum og það er hann Guðmundur Orri. Liðsfélagi Valla. Og Óli er komin út. Hvað gerir Guðmundur? Bíðum maður alveg gífurlega spenntur. Hann hlýtur nú að sleppa út. Eða hvað? Jú, þetta bara rúlar á stað. Mjög ánægilegt. Spurning hvort að 10-2. Fyrsta spáin komin í hús. Sjá, herri, ég lokaði YouTube-inu. Sjá. Það er hann Agnar með Tarra, Dimma og svo Valla. Alright. Og þess að Guðbjartur segir hérna, Guðbjartur segir gott, ég er bara kátur Guðbjartur. Alltaf gaman að sjá fasta gestina hérna í spjallinu hjá okkur. Illu í mættur líka blessaður.
Ívar segir hérna ekki besta nettengingi hér í Grænlandi heldur. Nei, og ég grunar að það hefði verið vesen að taka með sér allt riggið og græðurnar, þannig að við fyrirgefum þér alveg þetta, Ívar. McManly Gaming, I'm back, segir hann. Þeir eru stuðningsmenn Hilmars nummer 1, 2 og jafnvel 3. Go on Hilmar kid, you got this, segja þeir. Það er alltaf gaman að fá hérna, það er alþjóðlegt stuðningslið mætt til þess að hvetja Hilmar áfram. Gretar segir hérna, góð mæting í 10-3 12 keppendur, ok, frábært. Akkurat keppnin sem ég þurfti að missa. Ég þarf að kíkja á strímið hans Hannesar, horfa á það í vinnunni á morgun. En það er allavega, núna eru, já, það er nú enginn byrjaðar á Hot Lap, menn þetta allavega langur hringur hérna á Spa. Það er alveg 2 og, 17, 18, 19 og upp úr. Þannig þetta er ekkert margir hringir sem menn fá hérna í kvöld til að setja tíma. Óttar er fyrstu maður sem að byrjar á Hot Lap. Klárar Hot Lapin sinna. Róbert mættur, blessaður. Það er ágætis áhorf komið hérna í strímið. Endilega ef það er einhverjir sem eru að horfa sem eru kannski nýir að fylgjast með eða hafa lítið fylgst með það og ekki hika við að spyrja eitthvað, ef það er eitthvað sem er vefst fyrir ykkur, að henda bara spurningu inn í chatið og ég skal gera mitt besta við að svara því. Það er einhverjir í pit, það eru menn að sækja sér dekk, Óli og Maggi. Það er nefnilega málið þar að því hérna erum við með bæði hard og medium dekkin, að menn vilja setja medium dekkin undir fyrir tímatökurhringina, en dekkin sem að byrja sessjónið á eru dekkin sem þú ert með stilt fyrir keppnina, þannig að það er menn, þeir sem ætla að byrja á medium, hérna á harddekkjónum, að þeir þurfa að koma inn, eða þess að taka átlap og ná sér í mjúkudekkin og fara svo út aftur. Það er að vísu hægt að fara í eitthvað stillingu til að breyta því án þess að fara þessa löngulið. Það menn hafa lent í því að það hafi ekki virkað, þannig að ég held að ég persónulega er svona nervus við að gera það. Já, spilda safe bara. Sem ekki mikið plássin á milli Arnars, Stimma og Valdimars, hvort að sé var að nýta sér smá slipstream hérna á senast í Já, það er alveg spurning hvort það sé verið eitthvað stílinn á það. Það er svolítið svona riski leikur, að ef maður endar síðan of nálægt þá þarf maður að fara að hægja á sér. Akkurat. En ef maður næra að tímasetja þetta vel og taka slip niður til dæmis bakstreiti, þá er hægt að ná alveg slatta tíma þar, en ef maður þarf þá að passa að vera ekki að reyna eitthvað framúrækstur á tefja þá fyrir manninu fyrir framann líka. Þá er maður farin að skemma fyrir báðum, sko. Að sjá það á dimmi bara, hann bara bömptar aftur Arnar hérna, mér sýnist það. Gefa nú smá búst. Sjá hvað þessi Nissan er stór. Það er alveg. Já. Ekki að ástæðulausu sem hann er kallaði Godzilla. Guðbjartur vill sjá Magga, heyrðu, við skulum finna kallinn. Það er Maggi, hérna er hann. Appelsínugulur Corvette. Óttar setur fyrsta tíma 2:17, 3:17, það er nú bara frábær tími. Það er eitthvað í áttina sem að besti tími var í æfingunum áðan. Arnar 2:18,8. Dimmi 2:19, já, Dimmi tafist þarna fyrir aftan Arnar greinilega. Sjá, hverjir eru að klára hérna. Hilmar 2:19,2, Hilmar 15 svo er. Valli 15, síðan eru ennþá já, seinni hópurinn sem að fór inn og sótti þessi dekk. Ingi er á hörku pace hérna í kvöld, já. Hann ætla greinilega ekki að láta Supernova-menn komast upp með neitt auðvitað allavega. En svo er eitt, það er í raun ákveðið svona auka vægi sem að tímatakan hefur á Spa í þessum leik, af því að rolling startið sem við notum er frekar svona frekar gallað á Spa, þar sem að ég held að sé fyrstu 2 sætin sem að byrja í raun græða í raun strax eitthvað 3 sekundur út frá því hvernig bílarnir raðast upp og er startað. Þannig að það er til mikils að vinna að vera í, já, ég held að sé eftir 2 sætin, 2 eða 3.
Já, þriðja ekki, þú veist, það er ágætt sko, þú ert fyrstur á lestinni en það er alveg byrjar í miðri beygju sko, þetta sé Já, það er þriðja og það, fimmta. Getur það er verið vandamáli erfitt sko, að koma upp á því sko. einmitt. Já, það er eftir 2 sætin sem eru þá búin með í raun chicane eða það ekki. Jú, Í endan, já. akkurat. Koma svo Óli segir Ívar, hann er styður áfram hérna liðsfélaga sinn. Róbert er búinn að spá, Óttar Dimmi Ingi Danni. Hann Skrifa þetta spáir niður. hérna eftir að þú komið með bókaldið. Það er Róbert. Dotti komin upp í 3. sæti með 2.18.5. Við vitum að, með æfingatímuna þá vitum við að hann Dimmi á slatta inni. Hann á alveg 1,5 sekúndu inni allavega. Sjáum hvað hann gerir með síni. Hann er komin aftur enn í Arnar. Það er spurning hvort hann sé að reyna að ná sér í smá slip. Óttar bæti tíma sinn örlítið, 2.17.2. Hvað gerir Dimmi? Dimmi bæti sinn tíma, nær ekki að skáka Inga og er í 3. sæti. Þeir hafa, já, ekki alveg nú. Og þeir hafa þeir hafa ná að klára þennan hring og einn í viðbót, en nú er aðeins fara að sjá að dekkjum, hann er spurning hvort það hafi eitthvað að segja. Þetta er ekki nema 37, já, þetta eru 300, tæplega 400 hlutar sem að skilja að Inga og Óttar, nei, Inga og Dimma segja. Svo er Óttar efstur, hann er 1/4 sekúndu á undan næsta manni. Þetta er nú ekki eins mikill munur eins og var í síðan tveimur keppnum. Nei, nú er Ingi allavega að tróða sér inn á milli. Já, hann er búinn að splitta þeim upp, hann er búinn að splitta súpernóliðinu. Það er, ef þetta helst svona þá er það áhugavert. Hann var nú ekki langt frá þeim í æfingunum áðan. Doddi kom upp í 4. sæti. Arnar 5. Býtum við hvað var að gerast núna. Maggi 7. Óli 7. Danni 8. Hilmar 9. Valli og Gummi síðan í 10. og 11. Þeir eru báðir voru báðir spurningamerki fyrir kvöldið. Valli út af flutningum og vesinu, hann var ekkert búinn að æfa sig og sama með Guðmundur. Guðmundur er búinn að vera að hjálpa Valla í öllu stúsinu og ekkert æfður sjálfur. Þannig að það kannski kemur ekkert óvart að sjá þá hérna aftast í röðinni eins og staðan núna, en það munar nú ekki miklu að ná þeim hérna, að ná honum Hilmar allavega. Aðeins lengur upp í Danna. Gummi komin í pit. Dimmi að fara út af. Dimmi út af, býtum við. Já, hann bara situr út í sandi. Ég sá þá báða, bæði Óttar og Dimma. Býtum við, þetta nú var varasum re-entry hjá honum, sem betur fyrir var hann góðstæður, þannig að það kom nú ekkert fyrir. Agnar er hérna sendiboði Eva spáir Dimmi, Tarri Ingi. Það sjálfsögðu spáir Eva sínum mönnum í topp 2. Fyrir það sem ekki vita þá er lið Supernova, þessi Supernova teflið 2 liðum fram í GTS Iceland. Þeir eru með hérna, það er Óttar og Dimmi í tier 2 og svo er það Eva og Hannes í tier 1 og bæði liðin leiða liðakeppnina. Þannig að þetta er firnasterkt batteri Supernova. En nú er Ingi, hann lænaði sig vel upp hérna fyrir síðasta hringinn. Tók síðustu beyguna vítt til þess að vera vissum að ná mesta hámarkshraða sem að getur náð hérna inn í fyrstu beygju. Tekur hann svolítið slætandi, en þetta var nú samt alveg smekklega gert hjá hann. Þetta er síðasti séns, þeir sem eru á hring núna fá að klára. Og gott ef að Valli er á hring. Já, það er Valli, Doddi, Arnar og Ingi eru þeir einu sem eru eftir á heitum hring. So, the ghost and the darkness, boom chish, segir Illugi. Býtum nú við Illugi, er ég eitthvað tregur, ég er ekki að fatta. Illugi, þú verður útskýra fyrir mér. Aldrei svo vant að ég búi með nokkuð minn. Það er engin nokkuð til í ískotnum mínu núna sem er náttúrulega skandal. Það verður að bæta því fyrir morgundaginn. Gotta go fast, segir Guðbjartur. Það er það eina sem gildir.
Drive faster, brake less, sagði ykkur. Hvað Ingi að gera? Hann að ná... Þetta eru, Óttar bætti sig enn meira. Hann er næstu komin undir það 17. Hann er 4/10 undan Inga. Illugi segir hérna Dimmi góðstaður. Hitt er titill á bíómynd. Ég skil. Nú kveiki ég. Stundum þarf maður bara smá hjálp. Ingi, nei, þarna fór hringurinn. Hann var 1/10 á eftir sínum eigin hring á sektor 2 og þetta slæt hjálpar honum ekki. Þannig að hann er í öðru sæti. Hann náði, hún tókst alltaf að splitta upp að því sem hefur virst vera ósigrandi dúó í fyrstu tveimur keppnunum. Þannig að það verður mjög gaman að sjá. En svo náttúrulega gæti ef að hérna... Nei, það náttúrulega þýðir að hann byrjar þá með forskot á Dimma. Og Dimmi ætti þá ekki að ná slippinu hjá honum Inga upp Kamilstreitin. Þannig að Ingi ætti að ná slippinu á Óttari, þannig að við getum séð áhugaverða byrjun á þessu reysi, held ég. Já. Það er spennandi að sjá hvort að Dimmi nær að vinna þetta upp og hvort að hann var fljótur að því. Þeir virðast vera mjög svipuðu peysi, hann og Ingi, þannig að þetta getur svolítið spennandi. Sjáum, Arnar er að gera góða hluti, ræsi 4. Hann hefur verið einna mest konsistent ökumaður bara hjá okkur í deildinni en var ekki alveg að finna sig í fyrstu tveimur keppnunum og gekk ekki alveg nógu vel, en hann allavega er að sýna fína takta hérna á Spa. Þannig að TRB Racing ræsa aður í 2. og 4. Doddi 5., Danni 7., Maggi 7., Óli 8., Valli náði að klára sér upp í 9. sæti, Hilmar 10. og Gummi ræsir 11. Þannig að þetta er uppröðinin hjá okkur og nú bara er þetta að fara að róla af stað. Þetta verður bardagi, segir Illugi. Ég held að sé engin vafi á því. Binni Skram, Go, Team TRB fá samkeppni stigakeppnina. Já, við getum séð TRB safna góðum stigum hérna með við hvernig tímatakan fór allavega. Þannig að nú bara rúllum við svo stað. En það verður, áfram norðanpiltar, segir Illugi. Já, norðanpiltarnir eru þess TRB, Arnar og Ingi, þeir eru bræður og TRB stendur með 2 Racing Bros. Og þeir munu, nú er niðurtalningin og Dimmi byrjar í beyjunni á meðan Ingi og Óttar eru bara ná að tjekka sig aðeins út. Þetta er nú ekki alveg eins mikið bíl eins og ég held að það væri. En nóga mikið bíl til þess að það náist allavega ekki slipp frá öðru upp í 3, eða öðru niður í 3. Það sýnist að vera tæft á milli 1. og 2. Já, þetta er sekund það er allavega, hann nær ekki slippinu. Slippið er í cirka 750 til 800, eitthvað þar byrjaði að kikka. Hérna er þetta orðið 3 sekundur upp þegar hann er komin upp í gegnum radíón. Þannig að Ingi hefur smá buffer og getur bara fókusað á það að reyna að halda í og ná Óttari. Óttar virðist vera á mjög góðu peysi hérna með við bæði æfingar og tímatöku. Þannig að það er spurning hvernig það mun ganga. Gleymdi nú alveg að fylgjast með fyrstu beyjunni, en mér sýnist sem allir hafi... Ingi að gera vel, Mingabili. Ingi Mingabili og Valli er að klóra hérna í Óla. Sýnist þetta allt hafa farið bara herramannslega á stað eins og við erum búast. En Ingi er komin í slippið. Það var nú ekki lengi gert. Nei, hann er bara komið. Hann spurning, hann gæti... Korvettan er nú engin vesalingur í beinilínu, þó að Nissanin sé ögn hraðari, en ef hann er að halda í hann svona, þá ætti hann að geta mögulega reynt að gera eitthvað inn í síkinið, eða svo sem það er í raun sniðura fyrir hann að halda sig fyrir aftan og bíða eftir að komast inn á Kamilstreitið og taka þar slippið og reyna að ná inn í hann. Inn fyrir hann segi ég inn í, hvað heitir beygjan, Lecom. Þarna S-ið eftir Kamilstreitið. Það er alltaf hálfur ruglaður í þessum beyjunum. Já, ég er ekki með þér á hreinu, sko. Ég hlusta bara hvað það er, sko. Maður þekkir þessa frægustu, svo er hitt svona eitthvað sem er að síast inn. Maður sjá Magga
segir Guðbjartur, við skulum kíkja á hann og eftir, það svo mikil barátta hérna efsta sætið að ég ætla að halda mig á þeim eins og sjáum að Ingi nær mikið betri exit hjá Inga. Það spurning, ætlar hann að reyna eitthvað hérna inn í fyrstu beygju. Hann tekur mjög utanverða línu, hann ætlar að kannski taka svona switcheroo, hann er kominn í fyrsta sætið. Ingi búinn að taka fram úr Óttari eða svona það bil, þeir eru ennþá samhliða og Óttar gerir það sem að skynsamlegt að hann reynir ekki að fara too wide inn í radíón. Ingi á medium, Tarro hard. Já, heyrðu, maður glemdi alveg að spá í dekkjunum. Alveg út í kortinu. Maður ennþá venjast því að við séum að nota meir en einn dekkjagang hérna. Ingi vissulega á medium dekkjum. En við vitum samt sem ára þeir voru náttúrulega allir á medium í tímatökunni, þannig að Ingi nú ekkert langt frá þeim í peysi. Hann komið fram fyrir og nú þarf Ingi að bara setja hausinn niður, slíta draftið og reyna að nota þessi medium dekk eins og vel á hann getur. Því þau eyðast náttúrulega mikið hraðar heldur en hörðudekkin og þú vilt reyna að fá allt út eins og þú getur. Klikkar flott hjá Inga on the outside, já þetta er vel gert, virkilega smekklega gert. Nýtti sér gripið á medium dekkjunum og náði fram úr hann. Ég átti vona að hann myndi bíða fram á beinakalla sko, en hann bara var ekkert að tína hann við hlutina. Sjáum að Dimmi á medium. Hann að sækja núna á Óttar fyrir vikið. Þess að rúlla yfir hópinn og sjá dekkjamálin. Arnar á medium, Doddi á medium, Danni byrjar á hard, Maggi á hard, Óli á hard, Valli á medium, já þess að Valli alltaf að fara hann vil reyna að komast fram úr Óla, hann á mýkri dekkjum, Hilmar á hard, Gummi á hard. Þannig að hérna erum við að sjá svolítið baráttu, Valli á móti Óla, medium á móti hard, en ég held að sé bara tímaspörsmál hvenær Valli nái að smygla sér hérna fram úr. Aðeins að fylgjast með þeim hérna, þeir eru alveg bara stuðara í stuðara og kannski lætum við vita ef eitthvað gerist þarna fremst. Já, sýnist ekki alltaf kyrjum þar. Mikið, þótt að Valli stingur sér inn fyrir, já, vel gert inn í busstoppið, þetta er bara job well done, kemur út í 8. sætið, nú þarf hann að Óli reyndar er að sækja aftur, en Valli með innri línuna og mýkri dekk, þannig að ég held að þetta sé done deal hjá honum eða hvað. Rekast þarna aðeins saman, engin skaði skeður og Valli nær að hlaupa eins í burtu. Að vísu náttúrulega Nissanin hraðar í beinni línu, þannig að spurning hvort að Óli nái að sækja á hann inn í Maggi í slipstreaminu taka á Danna. Maggi að stinga sér fram fyrir Danna. Sýnist að vera, Já, þeir eru báðir á hard, þannig að það er engin dekkjamunur hérna. Danni einfallega nær slippinu, Maggi nær slippinu og Korvettan togar hann áfram. Vel gert hjá Maggi kunni upp í 7. Þannig að liðsfélagarnir Doddi og Maggi eru hérna í 5. og 7. sæti á Korvettunum sínum. Og svo Dimmi komin upp í annað, mista því. Við mista því, já. Dimmi náttúrulega á medium dekkjunum á móti hard dekkjunum hjá Óttari, þannig að þeir eru að sjá í fyrsta sinn Supernova menn á sikkur strategíinu. En Ingi er samt ekki að, náttúrulega nú Dimmi náttúrulega sömu dekkjum og Ingi, þannig að nú erum við að sjá proper slag. Á meðan Óttar er að missa þeirri lest eðlilega, en hann á þá líka mýkri dekkin eftir. Þannig að nú ætla ég að fylgjast hérna með toppnum. Maður getur ekki vikið frá eða það er slagur fyrsta sætið. Það er mjög náldan. Þetta hann... Ingi fer vítt. Þarna tapaðist fyrsta sætið og hann ætlar að kemur þá með skítudekk inn í busstoppið. Nema hann sé búinn að geti svo sem verið að þessi verðorðin þokkaleg þegar hann kemur þangað. Óttar ætlar að fara getur þú reynt að sjá sér gott í glóðurinnar, að reyna að ná í Inga, en það er ennþá nóg eftir af medium dekkjunum hans. En nú geti náttúrulega, ef Ingi heldur í dimma, þá gæti hann mögulega náð honum á beinakaflanum. Já, sýnist að vera að halda sér vel í hérna á meðan við skýtum í dekkin. Já.
Dimmi með fast slapp, segir Ragnar. Já, hann kominn með, 2.16.6. Það flottur hérna. Það hraðari hringur heldur en ráspólstíminn áðan, hjá Óttari. Spyrir hvort hann hafi náð einhverju slipstreami. Það svakalega tími. En við sjáum að Ingi í slipinu. Ég held að hann sé, hann stingur sér hérna út fyrir. Kominn aftur í fyrsta sætið og hann kominn bíllengd á undan. Getur þar alveg tekið inn í línuna og þetta done deal aftur. Þetta prime overtake staðurinn sem maður segir á slæmri íslensku. Já, frábærlega gert líka. Virkilega vel gert. Það textbook skólabókardæmi fram á Austur og Spa. Gaman að sjá hérna þennan proppa því þeir eru á sama strategíinu. Sjáum að Dimmi fyrir svolítið vítt hérna. En þeir eru á sama strattinu, báður á mjúkum dekkjum. Þannig að við erum að sjá almennilegan slag hérna toppinn, en Óttar náttúrulega... Hvað segirðu fyrir ekki? Það alltaf bardaði, já, þannig að Óttar að græða heldur mikið á þessu á hardekkinum. Já, algjörlega. Hann þarf ekki að hafa neinur ágjöf fyrir aftar sig, það eru tæpa 5 sekúndur í Arnar. En hann bara nýtur góðs af því að liðsfélagi hans og Ingi sé að slást. Þannig að það eins og staðinu núna þá Óttar að græða vel á því að eiga ennþá inni mjúku dekkin. Aðeins að sjá hvað að gerast hérna. Spurning hvort að Dimmi gæti nú komið með move hérna inn í beststoppið, mér sýnist hann alltaf að gera það. Það svolítið erfitt að fara too wide hérna inn í hröðu hægri beinu, ég man aldrei hvað hann heitir, nei hröðu vinstri segi ég, en þeir gera það. Og þetta bara tókst nú ágætlega vel hjá þeim og Dimmi kemur út á undan. Þetta almennilegt. Virkilega vel gert hjá Dimma, en spurning hvort að hann nái að slíta draftið. Ef hann að slíta draftið frá Inga þá hann í góðum málum, en mér sýnist Ingi ekki alltaf að gefa neitt eftir. Nei, þeir eru mjög jafnir allavega. Það Nei, heyrðu. Nú ætla ég að muna eftir replayunum. Vílíkt og næs. Fylgjumst með Dimma hérna. Spinnaðan. Já, ég var ekki viss hvort það hefði orðið eitthvað smá samstöðið ekki, en hann bara var aðeins og gráðugur á gjöfinni. Missi bílnum í spinn, Ingi fyrir vikið komin í fyrsta sæti. Bara nokkuð örugglega, 2,3 sekúndur í Óttar og síðan tæp sekúnda niður í Dimma. Þetta nú ókarakterískt af hann og Dimma. Man var ekki síðan að gera mikil mistök í þessum keppnum hingað til. Það hefur verið enda búin að sigra báðar keppnirnar. Þannig að það ekki hægt að kvarta undan því. Hann heldur ennþá að vanda sér í slipstreaminu hjá Óttari. Það getur kannski unnið sig aftur upp að það annars sæti. Það aldrei að vita. Það náttúrulega mjúku dekkin það væri Óttar eftir að leyfa honum bara að fá slippið og fá svo slippið tilbaka. Geta reynt að vinna svolítið saman. Við höfum nú aðeins séð liðsfélag að vinna saman, við sáum það í síðustu keppni í Tier 1. Það var bara skemmtilega svona dýnamík sem að liðin færa inn í þessar deildir. Ég ætla aðeins að rúlla niður. Arnar hérna í 4. sæti og hann bara að gera fína hluti. Dotti í 5. Maggi 7. Danni aftur á móti hann ekkert að leyfa Magga að stinga sig af. Hann heldur sér hérna í kjölsóks fjarlægð, þannig að hann ætti að geta náð mögulega að gera ykkur allaveg, en ég held að Corvettan sé töluvert sterkar í beinilínu heldur en Bimmin. Að vísu erum við náttúrulega með opið tuning hérna, þannig að það alltaf þetta að fikta eitthvað í gýrum og gera eitthvað kunstir þar. Valli hérna í 8. Hann alltaf náði fram úr Óla og búinn að slíta sér svolítið frá honum. Hilmar hefur lent í einhverjum vandræðum sínum mér, hann kannski ekki beint vandræðum, en hann bara ekki alveg á peysu við mennina fyrir ofan, búinn að missa Gumma fram á sér 2 sekúndur. En hann alltaf fyrst að voru út af þessum forföllum að þá hann náttúrulega, þó maður endi síðastir hérna í kvölda, þá það samt alveg nokkuð stig. Já, fyrir alltaf fyrir ofan Frey, þeir voru báðið með 8 stig. Já. Við veitum nú
Óttar búinn að auka bilið í Dimma. Dimmi rúmlega 5 sekúndum á eftir Inga. Það er spurning hvort hann hafi gert eitthvað frekari mistök. Það er spurning. Ingi í góðri stöðu hérna, tæplega 4 sekúndum á undan Óttari. En við mögum ekki gleyma því að Óttar ennþá á hörðudekkjunum. Ég nú áttaði mig ekki áðurlega á því hversu lengi menn ætla að keyra, en við sjáum að dekkin nú í ágætu standi hjá honum Inga, þannig. Alveg á eftir að geta keyrt þau þó nokkuð lengur án þess að fara að borga sig að taka harddekkin inn. Þetta svona svolítið, það smá trikki að finna þennan punkt hvar viltu skipta, hvar hætti það að borga sig að vera á medium, af því að slítin medium dekk geta alveg verið hraðari heldur en hörðudekkin, sko. Já. Pit Windows segir Illugi, já með hvað dekkin eru vel farin hjá Inga eftir, þeir eru á 7. hringi, ég held að getum þess vegna séð 5-6 hringi í viðbót og séð að taka bara stóran hluta keppnin á medium dekkanum. Já, svei mig það. Þá held ég að freka Pit Windows sé að koma upp fyrir hardmenn að nýta kannski medium dekkin í alla 9-10 hringi kannski. Já, ég held að sé rétt þegar, sko. Ég held að við getum fara að sjá hörðu hérna, þeir sem eru á hörðudekkjunum fara inn jafnvel í lok þessa hring segja næsta. Með við séum líka dekkin hjá honum Dimma til dæmis. Dimmi með ennþá betri stöðu heldur en Ingi. Og þetta ekki dekk sem þú vilt fara að skipta út fyrir hörð, ekki séns. Það verið farin hérna hjá Arnari í 4. en hann líka að ná að halda upp í, svo sem að heldur þessi 3 sekúndum upp í 3. Já, hann er að halda í Dimma þannig, sem nú bara mjög vel gert. Þeir eru á sömu dekkjunum. En það eru örlítið verðfarin, en samt alveg nú eftir aðeim, þannig. Og sjá, eitthvað að gerast. Þetta nú með svona keppnin aðeins að falla í svona fasta skorður. Þetta gerist alltaf eftir svona á fyrsta þriðjungnum kannski, fyrir helmingnum, að þá kemur svona kaflið það sem að allir eru bara á sínum stað. Og það bara akkurat það sem að gerast núna. Það eru hvergi minna en 2 sekúndur á milli manna, sýnist mér. Það þá bara ágætis tími að nota þennan rólega tíma til aðeins að sjáta út sponsoran okkar. En við erum með hérna í GTS Iceland nokkra góða vel unnara styrktaraðila. Það eru Tasty veitingastæður sem að gefa verðlaun hérna fyrir sigurvegara keppna í tier 2 og 1. Síðan erum við með Antons Mamma Mia sem að veita verðlaun í tier 1 fyrir Ráspól. Svo það Autocenter, þeir skaffa okkur alla verðlaunagripi ásamt því að gefa mjög vegleg verðlaun í tier 1-deildinni í lok tímabils fyrir efstu 3 sætin. Og svo það Hafið fiskverslun. Þeir gefa verðlaun fyrir hraðasta hring í tier 1 og að lokum nýjasti styrktaraðilinn okkar sem er Nokko á Íslandi. En þeir munu gefa verðlaun í öllum þorlagsdurskeppnunum í bæði í tier 2 og 1. Þannig að við bara þökkum þessum stuðningsaðilum kærlega fyrir að vera með okkur hérna í þessu og sína deildin áhuga. Og það er alltaf gaman að sjá bætast í þann hóp og ef það er einhverjir að hlusta þá er alltaf pláss fyrir fleiri. Á meðan það eru kannski ekki hagsmunaárekstrar. Að sjá hvað gerir Ingi, hann er ekkert að fara í pitinn, nei. Sýnst enginn að vera. Nei, spurning hvort við sjáum einhvern af hörðudekkjunum komið í pitinn. Maggi kemur hérna, hann nú bara á nánar, það sér ég ekkert á dekkjunum hjá honum. Danni kemur, nei, það er enginn að rúlla í pitinn. Nei, Valli er á ansi slitnum mediumdekkjum. Já, ég kannski sé að fara inn á næsta hring, sko. Já, geti fara að styttast í það, sko. 1-2 hringir í viðbót. Ég held að það er enginn búinn að pitta sem við mistum af við þannig. Nei, það er allt bara með kjörum. Þetta er aldrei skeri, sko, að eins og fyrir Inga að hoppa inn, sko, hvort að Tarri haldi sig þá alltaf bara lengur úti. Já. Þegar þeir eru að svipa við peysi, sko. Algjörlega. Svo taka þá bara
bara svakalega seinustu 6 til 8 hringi medium. Algjörlega. Þetta alltaf svolítið svona, þetta svolítið tafl hver tekur fyrsta múfið og maður vil líka náttúrulega reyna að ef maður getur reynda stílinn á það að koma ekki út í trafík. Já. Maður vill reyna að komast út á svona nokkuð auðabraut. Sérstaklega þegar maður að fara á mýkri dekkina því að maður vill reyna að kreista þau eins og maður mögulega getur sko. Óli hérna var að sækja virkilega á Guðmund. Hvað Óli? Óli hefur dottið niður, hann hefur misst Guðmund fram á sér. Afsakið, hann var 9. hérna rétt áðan. Þessi fylgjast með þeim hérna, þeir eru báðir á harddekkjunum, svipuð eysla. Og við vitum að Nissanin með hraðari, með hérna meiri endarhraða. En Toyotan sem hans Guðmundar, hún svínliggur í gegnum beygjarnar en gæti verið svolítið sitting duck á beinuköflunum. Þannig að sjáum hvað Óli gerir, hvort hann sé að spila bara þolinmæðisleikinn og ætlar að taka hann hérna inn í beststoppið. Hann kemur í ljós, hann gæti alveg gert það. Heyrðu, fyrsti maður inn. Ingi blikka fyrst. Hvernig næ ég ekki að fara á hann? Óttar og Dimmi halda sér úti. Þeir halda sér úti, en nú þetta bara, heyrðu, Ingi og Arnar báðir. Liðsfélagarnir greinilega á sömu strategíu. Það verður áhugavert að sjá hvar þeir koma út. Dimmi kominn í slipstreami hjá Óttari. Já, hann þetta þar. Dotti heldur áfram. Það voru engir aðrir sem Valli pitta líka. Það hlaut að koma að því, hann var orðinn ansi illa farinn dekkilega séð. Sjáum að Arnar með bestu bensínstöðuna af þessum þremur sem eru konur í núna. Hann var 51% eftir. Ingi kominn út. Hvar kemur hann út? Mér sýnist hann hann heldur Hilmari fyrir aftan sig. Og 3 sekúndur í Óla, þannig að hann nú bara með nokkuð góða stöðu. Þannig að þetta var, nú þarf hann bara að treysta það að menni fyrir fram að sig taki pitstop áður en að náði þeim svo hann tefjist ekki við að reyna að taka fram úr. Mér finnst nú líklegt að þeir finna, Óli og Guðmundur sem eru fyrir framan hann og Danni, þeir eru allir á hard, þeir eru allir eftir að pitta. Maggi og Doddi náttúrulega líka. Við getum farið að sjá pitstop bara mjög fljótlega. Það að gerast í spjallinu hérna. Guðbjartur að hvetja áfram sína menn, Magga og Dodda. Hann sjá Valli take the fuel. Valli fór í pittin og náði sér í smá lögga bensínu og ný dekk. Valli allavega með no pláss. Hann aftastur núna með 18 sekúndur í Arnar, en allavega þeir sem hann var að keppast við eiga ennþá eftir að pitta. Staðan á TRB Arnari spyr Binni, hann Arnar, hann allavega fór í pitt þarna, hann hefur bara komið út á kjörstað, 19 sekúndur í Valla sem fyrir aftan hann og 7 sekúndur í Hilmar fyrir framann. Þannig að hann getur bara keyrt og reynda að negla bara tímatökur hringi hérna. Fyrstu 3 fara ekki inn í pit, ekki Maggi heldur. Nei. Sjáum að dekkin hjá Dodda, hann á medium, þau eru orðin ansi tæp. Já. Óttar heldur forystunni, sjáum Doddi, Dimmi að vísu komið núna alveg vel í slipstímið. Spurning hvort það sé að vinna saman. Óli í pitinn, hann kemur þó út á medium dekkjum. Hann var á hard. Kíkja aðeins á þá hérna fremst. Sýnast þeir vera bara að þeir eru svolítið að vinna saman held ég. Hann var nú eitthvað að reyna að kíkja hann Dimmi en þetta lítur vel út fyrir Óttar, það ekki hægt að segja annað. Hann var náttúrulega nokkrum sekúndum á eftir Inga en hann á mjúku dekkin eftir. Þannig að það verður áhugavert að sjá hvernig það gerist. Hvar hann Óli, hann núna að fá dekk og bensín. Sjáum hver hann kemur út. Hann var náttúrulega, hann og Valli voru í slag áðan. Hvar Valli? Valli hefur hann eða hvað? Jú.
Valli, Rétt já, svo. rétt svo, þeir eru eiginlega bara á svipuðum stað og þeir voru fyrir pitstop. Óli beint í slipstreami þá á móti. Já. Kaldari dekkjum samt. Kallar þetta ekki það spurning hvort hann endar hraðin á Nissanum dugi hér til þess að taka 10. sætið af Valla. Sýnist þetta nú ekki vera, þetta er tæft en ég held að hann ná þessu nú ekki, hann þarf að taka svolítið hressilega dífu ef hann ætlar að reyna eitthvað. Hann sér það að það er ekki vit í því. Það er nú eftir þessari keppni ennþá, þannig þeir eru eftir að slást meira. Dimmi og Óttar komin á seinasta kafla hérna. Mjög lítið á milli þeirra. Já, þeir eru bara límdir saman. Það er spurning hvort það er Dimmi að bömpa, eru þeir að bömpdrafta eða eru þeir bara á sama peysinu? Það gæti verið að þeir haldi einmitt þess að fara í þessa team strategy að kannski íta honum aðeins í hann svona upp á það sem Ingi var náttúrulega komið alltaf á undan og Óttar fyrir núna inn í pittin þetta. Óttar í pittin, þetta verður skakk og baka, segir Illi. Við skulum hérna sjá hvar Óttar kemur út. Dotti fyrir pitt líka, það enda ekki viti í öru, dekkin gjörsamlega búinn, komin niður í vír. Hvar er Ingi? Ingi er að nálgast Guðmund Orra. Guðmundur Orri fór hann inn í pittin, hann að Ingi sleppi við það að þurfa að reyna framúrakstur á honum. Spilast upp í hendunar á honum. Hvar er Óttar? Ég held að hann hafi nú ekki, ég efast hann hafi náð að græða nógu mikið. Ingi með þetta ennþá. Ingi með þetta, en nú já, það er 11 hringur á 18, það eru 8 hringir eftir í rauninni og Óttar er með 3 sekundum á eftir Inga og á mýkri dekkjum, þannig að þetta lítur virkilega vel út fyrir hann. Núna er Dimmi í efsta sæti en hann á eftir að pitta og Maggi í öðru sæti en hann á líka eftir að pitta. Þannig að við munum fara að sjá aðeins skýrari mynd af þessu fljótlega. Það eru fleiri sem eiga eftir að pitta líka. Það er hérna Hilmar og Maggi öðru. Danni er búinn að pitta. Ég hef mistað pitstopinu í honum. Kemur út í 8. sæti. Dotti 7. Já, það er Hilmar. Getum séð á Hilmar og Maggi. Þeir eiga eftir aðeins eftir að breiðast upp í raunin. Hljótum að fara að sjá þessi síðustu pitstop. En Óttar er ekki búinn að minnka bilið í Inga. Hann er búinn að aukast með þessi pínlítið þegar eitthvað er. Það hljóta að vera bara köldu dekkin í einhvern veginn á alltaf leiðilegan áttaf svona þegar maður kemur úr pittinu sko. Já, það er alltaf fyrsti hringurinn er aldrei alveg optimum. En svo þegar maður nær hitanum upp þá er þetta fljótt að koma eins og við sjáum að þá er líka hálf sekúnd að fara inn skyndilega. Dimmi heldur áfram. Ingi á medium segir Binni nei, hann er á hard. Ingi byrjaði keppnin á medium. Léleg upplist segir Binni, hann hefur misliðið þetta. Einnig, það eru allir á þeim dekkin sem þeir eiga að vera. Maggi kemur inn á harddekkin. Nei, hann er á hard segi, hann er að fara að koma út á medium. Þannig að hann ætlar að taka hérna gott push síðustu hringina. Skulum sjá hvað hann kemur út. Dimmi heldur áfram, hann er að keyra lengst allara á medium dekkanum. En svo sem ennþá að setja líka þokkalega hringtíma. Það er alltaf ekki taka mark á því, það stendur P þarna í hring 10 hjá honum, hann fór ekki í pittin þá. Þetta er alltaf eitthvað buggt þetta display, það sýnir aldrei alveg rétt. Stundum lítur út þess að menn hafi pittað 5 sinnum en voru ekki búin að pitta neitt. Það er akkurat eins og það er mér, það skrítið að fara í pitt á fyrstu 5 hringjum. Hilmar kom í pittin, hann var pitstopinn að klárast. Maggi kom út í 7. sæti. Þeir bara eru á sama stað þeir voru, 5. og 7. sæti, Dotti og Maggi. Nefn að nú er Maggi á medium dekkjum, spurning hvort að hann nái að sækja á liðsfélagann og hyrða á hann á 5. sætið. Það er alveg til í myndinni, það er svolítið munur á medium harddekkjunum. Já, nú sjáum reyndar Arnór, já hann var búinn að pitta, þannig þegar Dimmi kemur inn 40 sekundur á milli þeirra, það er
Manstu Já. hvað pittími var cirka langur? Nei, ég var ekki búinn að taka. Hann er frekar langur á Spa. En þetta eru 30 sekúndur, og þeir þurfa að taka líka bensín. Ég held að Dimmi gæti mögulega komið út á undan Óttari. Eða í kringum Óttar. Ég er ekki alveg viss á því hvað þetta er langur tími. Það fyrir ekki eftir hversu mikið hann er búinn að djúsa bensínið. Akkurat. Þeir sem eru sparsamir á bensínið spara oft smá tíma í þjónustulíðin og hér kemur hann inn. En eins og við sjáum að þá er mjög langur tími sem líður frá því þú ferð inn í pitlinu og þannig að þú ert komin í boxið. Þannig að það tapast alveg slatti tími hérna. Hvað er Ingi? Óttar er búinn að sækja hratt á Inga núna. Það er tæplega 2 sekúndur. Nú vantar okkur grafíkina í striking distance. Ég myndi segja að það væri 2 hringir. 1 til 2 hringir. Það er Dimmi komin í pitboxið. Ný dekk undir, smá bensínlögg. Sjá hvað hann kemur út. Ingi er að detta inn í fyrstu beygju akkurat núna. Og Óttar er að koma út. Og Ingi heldur forystunni. Já, hann kemur undan Óttari. Þetta voru þá 32 sekúndur sem hann tapaði þarna. Pittur 42 til 45 segir Binni. Það myndi líklega verið eitthvað nærri því að maður er að taka alveg fullan tank. En þeir þurfa náttúrulega ekki að taka svo mikið bensín núna þar sem að það er lítið eftir að keppninni. Það þurfa ekki bensín nema fyrir nokkra hringi. En sjáum það að Óttar kominn fram úr aftur með slippinu og ég efast að Dimmi hafi eitthvað ætlað að gera þetta erfitt fyrir hann. Hann veit að Óttar er í kjörstöðu til þess að reyna við sigurinn hérna. Þannig að það er engin ástæða fyrir hann að vera að þvælast eitthvað fyrir. Ingi fór aðeins illa í þessu beygju, þannig að hann misti alveg hérna 0,3 ár. Já, hann dottir 1,2. Við getum farið að sjá Óttar í slipstreamir eins inn á kamelstreitið í næsta hring. Eða mögulega bara núna í þessum hring á bakstreitinu. Það er allavega Ingi eflaust farin að svitna aðeins í lófanum að sjá Godsilluna hans Óttars í baksýnspeglinum. Hann nálgast hratt, eflaust hraðar heldur en Ingi myndi vilja. En svo verður spurningin alltaf að Dimmi er á harddekkjunum, þannig að ég held að þetta sé nú bara tímaspursmál hvenær Óttar nái að taka fyrsta sætið. Hann hefur sýnt það að hann er á algjöru top pace hérna og á mýkri dekkjunum, þannig að það væri mjög erfitt fyrir Inga að verjast þessu, en það er spurning hvað gerir hérna. Ætlaði að fara too wide inn í, rekast aðeins saman hana. Engin skaði skeður, en Óttar búinn að endurheimta fyrsta sætið. Það svo sem kemur ekki óvart þannig, en nú þarf Ingi ég held að Ingi þurfi svolítið að leggja áherslu á að reyna að fjarlægjast Dimma, reyna að hanga í Óttari, nota togið. Hann er með Dimma úr slipstreamir eins, þannig að Dimmi er ekki að ná toginu af Inga, en ef að Ingi nær að hanga í Óttari eins og hann getur, ná draftinu hérna inn á næsta beina kafla, þá getur hann reynt að slíta sig aðeins frá Dimma. Eins og við erum að sjá, það er að gerast. Það eru rúmlega sekúnda á milli annars og þriðja sætis. Hann geti jafnvel gert allugu að Óttari hérna, sé eitthvað. Það er náttúrulega hörðið að mjúk dekk, skipti engum máli á beinum kafla. Þannig að það er hvað gerir Ingi? Hann kíkir, sýnist Óttar nú ætla að hafa þetta, hann er með innri línuna, mýkri dekk getur bremsað örlítið seinna og þetta var engin hætta, en það er stundum bara nóg að vera svolítið sýnilegur. Það er stundum bara nóg til þess að pressa menn í mistök. Já. Þannig að þetta er hörkuslagur hérna öll velunarpatt sætin. Var eitthvað sem spáði Óttar, Ingi, Dimmi? Nei, sýnst þetta að vera bara Óttar, Dimmi. Óttar, Dimmi, Valli, Óttar, Dimmi, Ingi, Dimmi, Óttar, Ingi. Já. Ingi er að gera virkilega góða hluti og það væri nú svolítið skemmtilegt fyrir stigakeppnina að sjá Inga splitta. Ég menur sjáum að Dimmi er að gera allegu
reynir aðeins að kíkja þarna utanverðu, hann er svolítið erfitt að taka fram úr þarna. Þetta er í raun bara ein lína í gegnum þennan kafla sem að Ingi heldur mjög vel og fyrir vikið nær Dimmi ásakið ekkert að gera í þessu. En Óttar er farinn 1,6. Óttar hann með pálmann í höndunum núna. En nú er slagurinn sem að skipti máli hérna annað og 3. sæti. Þið afsakið að ég hef eiginlega voða lítið skoðað hérna fyrir neðan en það er bara ekki búið að vera lokkmolla hérna á toppnum, þannig að maður vill ekki, það er svolítið erfitt að vera að slíta sig frá. Hann er komin inn og fram úr. Dimmi er komin fram úr, hann lendi smá nutt þarna milli þeirra en ég held að þetta hafi nú ekki verið neitt sem að, sem að hægt er að setja út á þeir, þetta er bara hard racing þarna. Ingi stingur sér inn fyrir, vel gert hjá Inga, nýtti sér þetta tækifæri, það má ekki skilja eftir op, þá er Ingi mættur. Endurhittir annarsætið og eitthvað segir mér að við munum sjá Dimma gera allögu á beinakaflanum aftur. Ingi er að gera þetta virkilega vel, mikið betra exit út úr La Source hérna og er búinn að slíta, hann er búinn að slíta draftið. Það er svona það bil búinn að slíta draftið en Nissanin náttúrulega er örlítið hraðari í beinlínu. Það gæti sótt í aftur sko. Hann gæti sótt á hann en þetta er of mikið til þess að gera tilraun í framúrakstur. Það er raun, sjáum að Ingi er að bæta í mér þessu. Þannig að Corvettan virðist vera, annarkvort hefur Nissanin hjá hann, hefur Dimmi náð aðeins verra, hefur komið verra upp úr radíón eða að Dimmi, Ingi sé mögulega með, kannski með einhverja Það eru sjá Magga reyna inn á Arnar, hún var hlið við hlið. Maggi stikkur, já, Maggi sem er reyna á Arnar, já. Já. Arnar var allavega hélt inn í línunni þannig að þetta var gerir þetta erfitt fyrir Magga. 2 Corvettur að slást hérna, fullt af silindrum. Passið opinstrákar, segir Hákon. Það þarf að passa þau. Má ekki skilja neitt eftir opið. Ingi bara slíta draftið frá hérna Dimma eins og staðan er. Já. Hún er Maggi og Arnar hérna að berjast á brautinni, eina sem er í gangi haldi. Sýnist það, Ingi er að neila fyrstu beygju alveg, segir Hákon. Já, hann er að ná frábæru exit þar, það skiptir svo miklu máli því að þú ert bara nánast flatt átt frá fyrstu beygju og alla leið í gegnum beinakamlan. Þannig að ef þú nær slæmu exitið út úr fyrstu beygju þá fylgir það þér svo lengi. Sjáum á heyrðu. Þú varst að horfa á Arnar sem sagt. Já, smá stökk. Það lendir þetta, stundum sem að leikurinn gerir þetta, ef maður keyrir hérna yfir þessa pinna þá hendi það bílinn í loftur svona. Já, maður reynda tekur þessi ekki eftir þessi þegar maður er að keyra sko. Nei, þetta er bara eitthvað netcode issue sko. Við sjáum að Arnar er að keyra þetta vel, það er mjög erfitt að vera utanverðinu þarna í þessa beygju, það er eiginlega ekki hægt sko. En Magginn, hann kemur nú samt fram á undan. Og hann fær refsingu en hann líka já, hann fór hann alveg út fyrir hægra megin og þá fer hann út að skýta og hluta brautar. Nei, orðað Maggi spinnar eða hvað, jú, hann er hann það var bara önnur Corvetta sem að komin upp í 5. Þetta var afdreifriðt, hann fór vítt út úr ég man aldrei hvað hann heitir hraða vinstri beygjan og kemur út á undan að vísu, fekk smá tíma refsingu fyrir það en skýt út dekk urðu þess veitum nú hvað er að gerast? Nei, já, Óttar var komið fram úr, ég gleymdi mig smá. Herru, Ingi er búinn að sækja á Óttar samt. Óttar hefur eitthvað klikkað, já, síðast að hringdi mig hjá honum, hann er alveg 3 sekúndum hægar heldur en vanlega. Já. Þannig að hér getur allt gerst. Við erum konir á, það er 16. hringur af 18, þetta er komið hérna á lokametrana. Maggi að fara vítt í eftir beinakaflinn hérna og Danni þá komin alveg hliðin. Já, tekur inn í línuna. Það er gert. Róbert spyr hérna í spjallinu, ég veit að þetta er ekki með GTS en hver heldur það verður driver champ í F1? Hamilton eða Verstappen? Ég ætla langar að veðja á Verstappen. Já, út af mitt bara hann er búinn að taka véla refsingu og já, ég held að hann sé bara hungraðari líka. Já. Þetta er, heyrðu, heyrðu, Doddi, nei, var þetta Maggi? Þetta var Maggi. Það var Maggi, já.
Var eitthvað samstöð þarna eða spinna? Ég ætla að kíkja á replay. Sýnist ekki, sko. Kíkja á replayið hérna. Ég gleymi alltaf þessum replayum og þessu ég hægt, en ég man það í kvöld allavega. Síðan Dimmi komið fram úr Inga líka. Nei, Maggi bara spinnaði, hann fór með dekkið út fyrir og lendi. Þetta ekki búið að vera góður lokakafli að reisinu hjá Magga. Hvað segirðu? Hvað var að gerast? Já, heyrðu. Dimmi komið fram úr Inga. Dimmi komið fram úr Inga, sástu það að gerast? Sá það ekki gerast. Það hefur gæst á sama tíma og Maggi fór út af. Já. Þá og búinn að slíta draftið. Það var... maður getur ekki fylgst með öllu. Kemur vel út. Hann Ingi, hann að sækja strax aftur í það. Ingi náttúrulega eins og Hákon sagði í spjallinu að hann á þessa fyrstu beygju. Hann alltaf með betra exit heldur en mótorinn. En það spurning. Þetta náttúrulega, við erum á næst síðasta hring núna. Þetta getur erfitt núna þegar Dimmi búinn að slíta draftið. Það er vesen að missa af þessum. Það er svo mikið að gerast í þessari keppni, maður má ekki líta undan. Guðbjartur spyr Magga, við skulum kíkja aðeins á kallinn fyrir hann. Hvar er Maggi? Býtum við, þarna hann. Maggi situr í 9. sæti, búinn að, eftir að hafa verið í 7. sætinu eiginlega alla keppnina og bara búinn að vera að keyra mjög vel og þá... Já, hann var að sækja 4. Hann var á undan Dotta í 15. Já, var hann komin undan Dotta? Já, hann var einmitt að sækja á hann. Já, alveg rétt. Hann fór hann fyrst. Alveg rétt. Smá spinn, sko. Þetta er fljótt að breytast. Sjáum líka síðustu 2 hringir hérna, 2.24 og 2.36. Já. Guli bíll segir Hákon. Ég myndi kýla því öxlina að þú værir hérna. Eða öfugt. Sjáum bara Óla sækja á Danna hérna 7. sæti. Sjá. Eina að frétta. Já, þeir eru báðar á mediumdekkjum. Já, ég gleymdi að minnast á það að það var smá breyting á liðinu hjá hérna Danna og Hilmari. Þeir voru undir nafninu Petrolheads Racing Team í fyrstu 2 keppnunum, en svo... Það er Ingi að spinna. Ingi að spinna. Ég sjá hvort ég náði replayið. Hann fór hérna vítt á Astortörfi, Þar fór annað sætið algjörlega, en þetta var nú smekklegt spinn, kemur akkurat út á réttum stað. Þetta hann hefur verið alveg á 150%, hann alltaf þurft að gefa allt til þess að reyna að ná í Dimma aftur. En nú er þetta að stefna í örugt 1-2 finish fyrir Supernova með hraðasta hring sem að Dimmi náði bara í byrjun á keppninni. Þannig að eins og þetta lítur út núna, við erum á síðasta hring, þannig að þetta er að klárast og stefnir í 3. keppnina í röð fullt úr stiga fyrir Team Supernova. TRB samt sem áður að ná sér í fullt af góðum stigum með Inga í 3. sæti hérna og Arnar 4. en ég ætla ekki að fara að þylja upp úrslitin strax, þetta er ekki búið og við höfum nú alveg séð eitt og annað gerast á síðasta hring í keppnum hérna hjá okkur í GTS Iceland. Einhvers staðar slagur, já, ég var að tala um liði hjá Dan og Hilmari. Þeir sem sagt spjölluðu við hann Hinrik í GT Akademíunni að fá að keyra undir þeirra nafnið, þannig að þeir eru hérna með GT Akademíu spons á bílnum, mertur í bak og fyrir. Gaman að því, mælum við fyrir alla sem að hafa einhvern áhuga á akstri og eða ekki, það er gaman fyrir alla að kíkja niður í GT Akademíu og keyra í hreyfihörmunum hjá hans Hinriks. Það er alveg frábær upplifun. Já, ég er búinn að vera á leiðinni lengi, það er bara eitthvað. Þeir eru nú að taka GTS Iceland hittingi, við gerðum það nú eitt tímann, niður í Akademíu sem við tókum smá mót að ganni og það var þræl skemmtilegt. Þegar þarf að spjalla við Hinrik og reyna að setja eitthvað upp. Já, það væri gaman. Annars held ég eina sem er í gangi núna er bara að Dotti geti kannski átt smá sens í slipstreami hérna á seinasta kafla, en... Já, Dotti hann er að gera góða hluti hérna í 5. sæti. Er það allavega að ná í góð stig fyrir liðið. En Arnar, já, það er hæpið að ná í Arnar nema Arnar gerir eitthvað mistök. Arnar er búinn að vera að keyra virkilega vel. Hefur ekki verið að gera nein mistök sem maður hefur séð allavega. Og í þessum töluðu orðum var hann næstu því búinn að fara hann út fyrir
Commentators Curse næstu því búið að grípa eitt fórnarlamb þarna. Fá að sjá toppslaginn, segir Agnar, það er í lengi slagur. Heyrðu, byttu við. Óttar búinn að sigra, maður gleymir þessu hérna. Óttar með sigur, fyrsta sigurinn á tímabilinu, þriðja sigurinn fyrir Supernova, Dimmi kemur í mark í öðru sæti. Ingi er þriðji, virkilega vel gert hjá honum, annar verðlaunapallurinn hjá honum í röð, hann var í þriðja sæti í síðustu keppni líka. Arnar heldur aftur af honum Dotta og kemur í mark í fjórða sæti, Dotti þar að leiðandi 50. Danni rúllar í markið í sjötta sæti, fín stig fyrir GT Academy Racing. Óli í sjöunda sæti, Gummi rúllar hérna í mark í áttunda. Maggi í níunda, eflaust svektur yfir þessum síðustu hringjum eftir að hafa verið að keyra frábært reis. Valli kemur í mark í tíunda sæti. Hann er sér nokkuð stig fyrir vikið. Hann er að klára hérna tímarefsinguna og rúlla svo rólega í mark. Hilmar er að koma hérna í gegnum busstoppið. Kemur síðastur í mark en vegna forfalla að þá nær hann samt sem áður að klára í nokkuð stig. Það er nú að klára þetta, Hilmar. Það er að taka smá burnout hérna fyrir áhorfendur, aðeins að taka smá sjó. En þetta var bara hörku keppni, maður hafði ekki undan að fylgjast með. Leiðum maður fór að fylgjast með ykkur öðru og þá misti maður af annar staðar. Já, þetta var alveg nóga framúrvöxtur bara í fyrstu 3 sætunum í gegnum alla keppnina, sko. Það var bara á toppnum allan tíman og þannig vill maður hafa það. En þetta var virkilega vel gert. Til hamingju Óttar með fyrsta sigurinn á tímabilinu. Óttar var óstöðvandi hérna á vetratímabilinu í fyrra og eftir að Dimmi tók fyrstu 2 keppninar að þá er komið að honum Óttari og hann var nokkuð öruggur í þessari keppni. Dimmi tók annarsætið og Ingi þriðja, við óskum þeim innlega til hamingju með verðlaunasæti. Og já, við bara þökkum ykkur fyrir að kíkja hérna á okkur. Þetta er eina útsettingin okkar í kvöld því miður, fyrst að ég náði ekki tier 3 í gang í kvöld. En ég minni á tier 1 annað kvöld. Þetta er sama prógram og alltaf bara, það er kortir í 10 á morgun, byrja tímatökur í efstu deildinni og keppnin byrjar 10 litið. Verðum í beinni hérna á YouTube og verðum síðan endursýndir á Stöð 2 e-sport á 50. Þannig að ég held að við séum bara góðir efur, er það ekki? Ég held það bara frábært reis og til hamingju topp 3 og bara þangað til næst. Heldur betur. Takk fyrir að vera hérna með mér og blara og takk áhorfendur fyrir að fylgjast með og spjalla við okkur. Bara þangað til næst.